Jæja, fallega fólk, velkomin aftur. Við erum með góðan gest. Ég held ég bara segi hver hann er. Þetta er Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, svo við tækjum fullt nafn. Fullt nafn og kennitala, takk. Já, nákvæmlega. Líði pínu sig sér skamma en hérna. Það má. Það má. Samt ekkert gott kannski upphafið viðtals. Og þó, setur svo svona tónin. Já, nákvæmlega. Ég er alveg tilbúin, ég er alveg tilbúin. Já, það er rosa gott í dag að setja status. Mjög gott. En hjartanlega velkomin. Takk fyrir, dásamlegt að koma norður og takk fyrir að bjóða mér. Fínt gaman að koma. Takk fyrir að þykja búið. Bara dásamlegt. Hérna, við náttúrulega vitum öll, við höfum öll búin að horfa á því áratug. Eða svo, give or take. Já, ég vona það. Það hérna, já, þú ert búin að vera, þú voru að segja mér aðan, 9 ár. Já, allt í einu var ég búin að vinna í 9 ár hjá Stöð 2. Það er bara leið svona. Ég skil þetta ekki. Nei. Ég skil ekki hvað tíminn líður hratt. Þetta er svona klísja að segja þetta, en bara mér finnst tíminn bara fljúga allt í einu áfram og hérna, já. Er þetta eitthvað sem þið langaði alltaf til að gera, svona dagsakgerð? Sko, ég ætlaði ekkert planið þegar ég var yngri, það var bara að fara í lögfræði og hérna, það var svona, það var sá vegur sem ég ætlaði að feta. En svo bara fór ég að opna því blogg og hérna, voru að skrifa mat og fann, ég elska mat, finnst gott að borða, gaman að taka myndir af mat, deila uppskriftum, svo bara vattaði upp á sig. Ég fór að vísu í viðskiptafræði og hérna, fann samt að hitt tókaði mér í mig og fór að skrifa meira. Fór að senda á eins og gestgjafan og spyrja hvort ég mætti vinna hjá þeim og svona, hér og þar var ég svona að reyna að stinga, kom mér áfram. Að ég fann bara að þetta er eitthvað sem ég langar í, fjölmiðlar og matur. Svo bara einhvern veginn fór boltinn að rúlla og ég fór að finna fyrir því að mér langaði að gera meira af þessu, gefa út bók, mögulega gera sjónvarpsþátt. Þannig ég fór bara og sendi á yfirmenn sjónvarpsstöðva og bókaforlaga bara hæ, hér er ég. Svona líki svo tímabili pínu við Cable Guy. Bara alltaf ég hæ. Þannig að þið sagði bara, Komdu bara, prófum þetta og sjáum hvað setur. En hérna, og einhvern veginn bara er ég hér í dag. Búin að vera í 9 ár í sjónvarpi og koma að nálægt alls konar dagskrárgerð. Aðalega svona matur og bakstur, en líka með viðkomu í eins og þáttum eins og Allir geta dansað og Ísland í dag. Þannig að ég er bara búin að hafa ótrúlega gaman síðustu 9 ár. Þetta er ótrúlega fjölþætt reynsla. Og við náttúrulega, við erum rosa glöð að þeir gáðust upp og sögðu, komdu það. Komdu bara loksins. Þú náttúrulega hefur bara, þessu ótrúlegu útgeislun og gleði sem að, þegar maður horfir á þessu sjónvarp, maður verður svona, bara fara gott í hjarta og maður verður svo glaður. Það er gott. Já, það er það. Það er það, og þannig að við bara hlutum og þú fórt ekki lögfræðina. Já, ég kannski á það bara eftir síðar. Já. Hver veit. Það má alltaf skipta skoðun. Það má alltaf skipta skoðun. Alltaf gera eitthvað nýtt. Alltaf gera eitthvað nýtt. Það má alveg. En með samhliða þessu fór ég í viðskiptafræði því ég fann líka að áhuginn minn er svo mikill í markaðsfræði og þannig að það bara blandast vel saman. Já. Sko, nú er ég hitt að þig fyrsta sinn. Ég hef aldrei hitt þig svona. Nei. En ég hef horft á þig. Sko, ekki bara sjónvarpinu. Nei. En ég man eftir nefnilega, sko, ég hef séð þig leika. Sko, það finnst mér ótrúlegt. Við tölum aðeins um það hérna áðan. Það er alveg, sko, þvílík tilviljun. Alveg ævintýraleg. Er þetta eina leikriti sem þú leikið í? Nei, ég elskaði að taka þátt í öllu sem framfór í hvort sem var í grunnskóla eða framhaldsskóla. Ef það var eitthvað sem var í boði, þá var ég mættust aftur. Cable Guy, alltaf mætt. Ertu svona eini gæsibenni bara á? Já, mér er svo gaman að taka þátt og hérna, engin sérstakur leikari eða söngur, en tók ég þátt í söngvakeppni, já. Er ég söngvari? Nei. Þannig að ég bara, mér er svo gaman að taka þátt. Já. Og bara tók þátt í alls konar skemmtilega, tók þátt líka í menntaskóla, í leikritum og hef nú ekki leikið núna í langan tíma, en hver veit. Hver veit hvað gerist. Það má skipta um skoðun. Það má skipta um skoðun og maður getur verið alls konar. Það er nefnilega málið. Við eigum svo marga hatta. Einmitt. Ég meina, við erum dagskrárfólk og foreldrar og guðmaður, hvað sko. Maður þarf ekki verið eitthvað eitt. Hélstu upp á dætradaginn um daginn? Ég gerði það. Að vísu finnst mér svo gaman að svona dætradögum og ég elska alla svona daga sem að er verið svona aðeins meira ekstra. Ég er ekki ein af þeim sem að bölva því þegar að við erum haldið upp á svona sérstaka daga. Maður sér líka þannig komment á samfélagsmiðlum bara, hversu vegna að halda upp á svona. Það er bara allt í lagi að vera með svona auka daga þar sem við minnumst bara, já, þetta skiptir máli. Já, 2 litlar dætur, en allir dagar eru vissulega dætradagar. Að sjálfsögðu, áttu 2? Já. Hvað er það gamlar? Þær eru 8 ára og 5 ára. Í alvöru? Já. Bara, já, ég var nefnilega 2 dætur. Já. Og þær eru 8 ára og 5 ára. Nei! Jú. Aftur, sko. En augljóslega seitt þroski, vætt þroski hjá mér.
Þetta er svo skemmtilegur aldur bara, og aftur talandi að líða hratt. Já, þetta líður hratt. Já. Og ég er alveg bara að halda í þær, eða svona þessu augnablik með þeim. Þetta skiptir mig svo miklu máli að bara soga allt yfir því ég finn bara þessi tími bara flýgur áfram með þeim. Já, það er svo stutt í að ísskápurinn opnar og það er gargað hérna, það er aldrei leitt til! Ég bara... Og þú veist, þú skilur mig ekki! Já, mitt. Og líka bara, allt í einu er það orðnar 5 og 8 ára, orðnar svona pínu sjálfstæðar, ekkert pínu, þar eru mjög sjálfstæðar. Og maður finnur svona, þær þurfu ekki alveg mikið á mömmu að halda og hérna, og svona meira sjálfstæði og ég svona, er ekki alveg tilbúin aðeins að aðgreina sig. Þú búið að einstaklingar, sko. Einmitt, en rosa gott auðvitað, bara þær. Já, þetta er það sem að en ég vil samt sko hafa það bara hér. Já, þetta er nefnilega að maður vil bæði halda og sleppa. Einmitt. Það er svolítið þannig. En við höfum alveg tíman fyrir okkur. Já, það er sungar. En talandi nýjar áskoranir, þú ert hætt á skjánum. Já, í bili. Ég sagði starfi mínu lausu hjá Stöð 2 og er núna tekin við sem markas- og upplifunarstjóri á Hagkaup og er virkilega ánægð, búin að vera 1 mánuð í starfi. En ég lít samt eftir við vorum að tala um áðan að vera alls konar. Það finnst mér ég kannski ekki vera að kveðja sjónvarpið eða útvarpið, kannski bara aðeins að prófa eitthvað nýtt og hver veit nema að ég ger eitthvað sjónvarp meðfram vinnin í dag. Já. En ég hélt þegar vel yngri að ég þyrfti að velja mér eitthvað eitt. Ég þyrfti bara að vera eitthvað eitt. Já, ég skil. Og var svolítið föst í því. Já. En ég held sko, eins og ég tala um áðan, við getum verið alls konar. Við getum verið að vinna í sem markastjóri og tekið einn og einn þátt ef að tími gefst og maður er stuði fyrir slíkt. Ég held maður sé ekki lengur eitthvað eitt. Nei, ég meina, þú veist, þetta stórkostlega hús sem við kallum líf sem við búum í, það er með bara svo mörgum herbergjum. Einmitt. Af hverju ósköpunum eigum við bara að hanga einn í hæð og bara vera bara í eldhúsinu eða inn í stofu, sko. Einmitt. Það er svo margt hægt að gera. Lífið og stutt er að gera eitthvað leiðilegt. Það er svo margt í boði. Þannig að ég fann samt bara núna að þetta var rétt tímapunktur, bara mér langaði að stökkva aðeins út úr þægindarammanum og reyna aðeins líka á menntunum mína sem er viðskiptafræði og reynsla mín í sjónvarpi og það sem ég hef verið að gera undanfarið 9 ár reynist mér svakalega vel í nýju starfi. Og ég er bara þvílspennt. Ok, ég veit hvað markaðs fulltrúi eða markaðsfræðingur er, sko. Upplifunar Stjóri og markaðsstjóri, já, stjóri. Who's the boss? Nei, þetta helst náttúrulega bara svo mikið í hendur og sérstaklega í dag þegar samkeppnin og markaðurinn er orðin bara svo frábær, það er svo margt í boði og samkeppnin bara verður meira og meiri, að þá skiptir bara upplifun ótrúlega miklu máli og fyrirtæki eru núna í meira magni að ráða inn upplifunarstjóra eða hafa það með í starfstillum. Af því að þetta skiptir svo miklu máli hvað var að þjónustu að þú setja veit eitthvað á upplifun. Ég vil fá þig í búðuna til þess að þú upplifir eitthvað ákveðið og komir aftur. Frábært. Og hver eru trikkin? Er einhver við vindvél, við andirið að blása með nýbakaðar, þú veist að blása? Sko það er nákvæmlega það sem ég er að gera núna, setja vindvélir allar búðir. Þú hlýtur að gera það þegar drefunar Eurovision. Að sjálfsögðu geri, þá verður öll tjálta til. En þetta skiptir, sko, þetta er þetta geggjum hugmynd. En sko, fyrirtæki svo Hagkaup sem búið að vera frá 1959 og er bara vörumerki sem við bara flestir Íslendingar tengja við og þykir svolítið væntum að þetta er bara svo stór hluti af sögun okkar. Nú erum við með 7 verslanir og eina hér á Akureyri, frábæra búð og svo náttúrulega vefverslun sem er alltaf verið betri og betri, að þá skiptir svo miklu máli að þú upplifir það sama allstaðar. Já. Og í auglýsingum og sama hvað, þú fáir alltaf bara, já, þetta er Hagkaup. Og kemur inn í búðir og færður bara einhver ákveðin tilfinningu sem bara, já, hér er ég komin. Þannig að þetta er svona samræma upplifun allstaðar og að viðskiptavinurinn finni það sterklega að hann sé komin inn í okkar verslanir. Já. Ok, og ég gerir náttúrulega ráð fyrir að þið séu kannski ekki að ráðast í svona persónuleg knús og eitthvað þessu stað. Það væri góð hugmynd. Ish. Ég veit ekki alveg hvernig það færi svona, hæ, velkomin. Bara hvað, ná í makkarónur, hættu þessu. Hættu þessu. En þetta er bara sko að skapa einhverju upplifun og eins og við vorum með í vikunni, vorum við með geggjaðan matarmarkað í Smáralind með, hvort það voru 14 smáframleiðendur sem komu og voru að gefa smakk og vorum með söngadriði og vorum svona, að því við elskum smáframleiðendur og viljum gefa þeim stórt pláss í okkar verslunum. Og nú eins og eru dekurdagar á Akureyri þá viljum við koma og vera með eitthvað sérstakt og skemmtilegt inn í búðunum.
og bara svona, við viljum gera vel við okkur viðskiptavini og við viljum hafa gaman í búðunum okkar. Dásamlegt. Og upplifun felst líka í því bara hvernig búðurnar eru unnar og hannaðar og hvernig pókið þú færð og þetta er svona í mörg horn að líta. Já. Og líka að þú þurfir að hún make sense, að þetta sé eitthvað skynsemi í því hvernig þú ferði í gegnum búðina. Að sjálfsögðu. Þá sért ekki Nei, það skiptir máli og líka bara að þetta sé upplifun fyrir öll skynfæri, augu, lykt og bara það er svo margt í þessu. Já, og gerir, þú veist, kemur bara inn og gerir hérna, við ætlum að breyta öllu. Já, bara við gerum þetta svona eftir mínu höfðin. Já, nákvæmlega. Það sem ég vissi ekki þegar ég tók starfinu að hérna Hagkaup er búið að vera í þvílíkri vinnu því að bara sjálfsvinnu með erlendum ráðgjafafyrirtækjum og það er búið að fara rosa mikil vinna af stað og ég er komin á draumatíma því nú erum við bara að hrinda þessum framkvæmdum af stað í búðunum okkar. Það er búið að taka til dæmis búðun hér á Akureyri mjög vel í gegn og verða enn meiri breytingar. Lyfja er til dæmis að koma inn hér á Akureyri, inn í Hagkaup, sem er ótrúlega skemmtilegt. Og svo munum við sjá sko á næstu mánuðum bara svona ný element á fallegri íslensku. Nýjar svona viðbætur inn í búðunum okkar sem ég væri svo mikið til að segja frá. En ég má ekki segja frá öllu. Nei, ég skil. Sem er galið. Já. Það er mér langar svo að segja. Ég pínu svektur. Já, það er bara leiðilegt, segir hérna fram og eftir. Já, og ég hvíslaði kannski næstu. Kannski mögulega. En vonandi fæ ég koma enga aftur bráðum og svo get ég talað þetta allt saman. Þannig ég er ótrúlega spennt að við erum markvisst að fara að gera búðina þannig að viðskiptavinurinn bara finnst gaman að vera og upplifa eitthvað nýtt í hver einustu heimsókn. Þannig það er eitthvað spennandi í farvatninu. Já, ég er ótrúlega spennt og þetta er bara svakalega skemmtilegt. Dásamlegt. Þetta, við hinn býðum bara spennti líka. Gott. Ég vil það. Herðu Eva, hjartans þakki fyrir komin og gangið vel nýju starfi og ég á örugglega eftir að bara vonandi fæ ég að sjá þetta. Ég vona þetta á sviði eða í búðinni, hver veit. Ó, Guð. Og ég ætla að loka þess með því að segja, sko, þú sagðir, ég syng en er ég góður söngvari? Nei. Þetta var mjög skemmtileg uppfærsla, þú varst mjög góð sem í alhauturkinu. Já, á Reyðarfirði. Já. Uppreisn æra. Uppreisn æru, já. Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Já. Eins og ég segi, maður á bara og ég hvet alla sem eru langar að gera eitthvað, fara að leika eða syngja eða hvað sem er. Já. Bara go for it. Nákvæmlega. Og ekki síst bara bresti söng á í röð 3 í Hagkaupum. Nákvæmlega, ég ætla að gera það eftir. Ég ætla að sjá hvernig það leggst í starfsfólkið og viðskiptavinni. Frábært. Allir út í Hagkaupa eftir að fylgjast með Evu Laufeyju taka lagið. Hafið símann með ykkur. Hjartans þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram með þáttinn eftir smástund.